hvort tveggja. Þú byrjaðir að starfa sem aðstoðarmaður hjá Finni Ingólfssyni í iðnaðar- og viðskiptaráðuneytinu. Hvernig var sá tími? Hann var alveg frábær og þetta byrjaði raunverulega þannig að þarna 94 þá hringir mér maður sem ég hef aldrei talað við áður og drundi í honum röddin svoleiðis að nánast hreinsað úr höfðinu á mér og það var Guðni Ágústsson og bauð mér að gerast kosningastjóri sinn og Ísól Gylfa sem var gamall kennari minn á Bifröst. Þá vorum við flutt í Hveragerði hjónin við þetta og ég tók því boði, algjörlega bláeygur og blautur á bak við eyrun, fór í þann slag. Varstu þá fréttamaður? Nei, þá var ég tiltölulega nýhættur fréttamennsku og var farin að vinna hjá Ólafi Ragnarsssyni í bókaútgefanda. Og hætti því, hendi mér út í laugina, tók slaginn þarna í kosningabaráttunni 95. Við unnum góðan sigur þá, bæði á Suðurlandi og flokkurinn á landsvísu og í kjölfar þess bauð Finnur mér aðstoðarmannsstöðu hjá sér og það var mjög skemmtilegu tími. Það var einn góður og gegn framsóknarmaður sem sagði við mig að vera þín með Finni væri ástæða velgengni þinnar núna. Hann hefði þarna öll spilin á sinni hendi í framsóknarflokknum þó hann væri farið það fyrir nokkru síðan. Já, ég held ekki til lífinu sé nú svona einfalt. Ég er alveg klár á því að ég bý að því að hafa unnið með Finni Ingólfssyni og ótrúlega kraftmikill maður, mjög velgefinn, fljótur að greina stöðu og ég lærði heilmikið á honum. Ég gæti aldrei sett mig í hans spor eða farið í hans föt því að mér finnst hann yfirburðamaður í íslenskri pólitík og fór auðvitað allt og fljótt frá. En ég lærði mikið á honum, ég tileinkaði mér margt af því, ekki allt, enda engin fullkominn, hvorki ég né hann. Ég veit ekki hvort að Finnur hefur endilega svo mikið með það að gera að ég er á þeim stað sem ég er í dag. Það er auðvitað margt sem kemur þar inn í og ég nýt svona pólitísks uppeldis af hans hálfu og fleiri manna og kvenna. En þú hefur nú ekki verið lengi í flokknum þegar þú kemur og verður aðstoðarmaður hans. Nú, örfáum árum síðar en svo má segja þá ertu farin sjálfur í framboð. Rétt merðinn á ögurstundu inn í þingmannalið Framsóknarflokksins. Ert 11. þingmaður Reykjavíkur norður og ert komin í ráðherrasæti. Já. Það er nú einhverjir sem örugglega henda rýtingi í baki öðru hvoru. Já, allur í örum á bakinu. Jú, ef bara hlaupum aðeins yfir þetta. 95 verð ég aðstoðarmaður Finns, er þar í 4 ár, rúm 4 ár. 98 fer ég sjálfur í framboð í bæjarstjórnarkosningum í Hveragerði. Þá hafði Framsóknarflokkurinn verið þar í svona samkrulli í hálista með vinstriflokkunum. Ég lagði til að við færum út úr því og ég tók að mér að leiða flokkinn í því. Við náðum ágætum árangri, ég var bæjarfulltrúi, var í minnihluta í 4 ár. Tók slaginn aftur eftir 4 ár, vann mjög góðan sigur, tók flokkinn með mínu fólki og öllum þeim sem þar komu að upp fyrir 30% í þeim kosningum. Við mynduðum meirihluta, ég var formaður bæjarráðs og svo framvegis. Ég var búinn að vera formaður kjördæmissambands Framsóknarfélaganna á Suðurlandi í nokkur ár. Þannig að þetta er engar tilviljanir í þessu. Þetta er svona ákveðinn ferill sem er að baki. Þannig að þegar þú kemur inn, þá kemur inn með þvílíkum krafti að þú ert komin í bara öll ráð og nefndir og... Svo einhvern veginn æxlast hlutir þannig að ég hef tekið að mér svona það sem ég hef verið beðinn bæði á vettvangi sveitarstjórnarmálanna á þessum tíma. Nú, ég var aðstoðarmaður Halldórs í utanríkisráðuneytinu í 2 ár, ég var framkvæmdastjóri flokksins í 2 ár líka. Þannig að þó ég komi svo svona bratt inn í þingið og verði svo ráðherra þar að ákvörðun þingflokksins í kjölfar þess. Já, ákvörðun þingflokksins. Ætlar að segja mér að það sé ákveðið bara svona hjá þingflokknum, heyrðu, kannski þú verðir ráðherra og... Nei, ég ætla ekki að reyna að halda því fram. Hins vegar er það þannig og ég get alveg rakið það hvernig þetta gerist hjá okkur. Þetta gerist þannig að formaður flokksins, hann talar við hvern einasta þingmann og hann fer yfir það hvaða hugmyndir fólk hefur það hverjir ætti að fara til ráðherradóms og síðan gerir hann sína tillögur gagnvart þingflokknum í kjölfar þess og ef að þingflokkurinn er ósammála formanninum að þá að sjálfsögðu kýs hann sér ekki þá ráðherra sem að formaðurinn leggur til. Þannig að það er auðvitað ekki þannig að þetta ákveði einhver einn maður. En af hverju Reykjavík norður en ekki í suður kjördæmi? Á þeim tíma sem að þetta gerist, sem er þarna í upphafi árs 2003, þá var reyndar talsvert mikil pressa á mig af mínum félögum á Suðurlandi að fara í slaginn þar. Þá var ég framkvæmdastjóri flokksins og
Þar voru fyrir Guðni Ágústsson, Hjálmar Árnason og Ísóli Gylfi Pálmason. Enginn þeirra ætlaði að hætta í pólitík. Allir ætluðu sér að halda áfram og taka slaginn. Og ég sagði við mitt fólk, það kemur ekki til greina að ég sem framkvæmdastjóri flokksins fari og etji kappi við sitjandi þingmenn þingsæti. Það geri ég ekki. Þannig ég gaf það frá mér. Síðan gerist það í kjölfarið að fólk hér í Reykjavík fer svona að þreifa á mig með það hvort ég sé tilbúin til þess að taka sæti á lista hér. Og það voru þetta heilmargar flækjur í því fyrir mig. Og hverjir voru þá hér fyrir? Sko, þeir sem enginn hér sem að þurfti að víkja til hliðar fyrir þér? Nei, þarna á þessum tíma þá er Ólafur Örn Haraldsson ákveðið að hætta í pólitík. Halldór Ásgrímsson hefur ákveðið að fara fram í Reykjavík. Og ég auðvitað horfði á þetta kannski út frá, við getum sagt, tveimur sjónarhólum. Annars vegar að það var þarna fólk sem vildi gjarnan fá mig í pólitík í Reykjavík. Vildi fá mig til þess að skipa sæti og lista hér í Reykjavík. Og ég taldi að ég getaði einhverju leyti orðið að gagni í þessari kosningabaráttu sem frambjóðandi og ákvað að taka slaginn. Mér langar svolítið að spyrja þig út í kannski svona hluti sem að þú sem félagsmálaráðherra ert ekki að svara dagstæðlega. Eitthvað sem að kannski hefur brunnið svolítið á Framsóknarflokknum frekar heldur en Sjálfstæðisflokknum í þessu samstarfi. Ef við byrjum bara á aðild okkar að innrásinni í Írak, hvað finnst Árna Magnússoni um það? Ég vil nú kannski í fyrsta lagi ekki segja að við eigum aðild að innrásinni í Írak og ég nenni svo sem ekki fara að rekja það nákvæmlega hvernig það er og við veitum að maður er búið að fara í gegnum það. Hins vegar get ég alveg sagt að í ljósi þess sem að hefur komið í ljós síðan þessar ákvarðanir voru teknar, þá vildi ég að þær hefði ekki verið teknar. Ég hefði hins vegar heldur ekkert vilja vera í sporum þeirra Halldórs og Davíðs þegar þær voru teknar. En getum við gert eitthvað í dag? Ég tel að þeir hafi tekið þær ákvarðanir sem á þeim tíma virtust skynsamlegastar og eins og ég þekki þá báða, bæði Halldór og Davíð, þá er ég alveg sannfærður að þeir tóku þá ákvarðanir sem að þeir á þeim tíma mátu réttast og skynsamlegasta fyrir Ísland og heiminn, heimsfriðinn. Þannig að það er mjög erfitt að setja sig í þessu spor. Getum við gert eitthvað í þessu í dag? Hvað með til dæmis þessar þotur, þessar CIA-flugvélar sem eru að lenda hér, þessar fangaflutningavélar, getum við spurt fyrir það, finnst þér að við eigum að koma með yfirlýsingu íslensk stjórnvöld sem friðarþjóð? Ég skal alveg játa það að mér þykir það óþægilegt mál og mér finnst við eigum að komast til botns í því, já. Og ef að það væri, og ég er ekki að segja að það sé, en ef að það væri að þær fréttir væru réttar, að hér væri verið að fljúga og millilenda og fara í gegnum okkar lofthelgi með fólk, fanga sem eru færðir eitthvað til pyntinga, þá var þetta algjörlega fáránlegt og við ættum aldrei að líða það. Næsta mál er kannski stóriðju framkvæmdir frekari. Er einhvern tímann komið nóg af þeim eða er þetta nauðsynlegt til þess að svona viðhalda góðærinu í þjóðfélaginu? Það er örugglega einhvern tímann komið nóg af því. Ég hef enga sannfæringu fyrir því að svo sé nú þegar og við auðvitað erum svo heppin Íslendingar að við búum við ákveðnar auðlindir. Sumar þeirra eru huglægar, aðrar þeirra eru fastar fyrir og orku auðlindirnar okkar eru slíkar auðlindir. Og mér finnst það mjög sérkennilegt að við myndum taka ákvörðun það að nýta þær ekki. Við þurfum eins og að umgangast þær af virðingu. Ég tel að við höfum gert það. Við erum að nýta þær, fyrst og fremst núna í þeim tilgangi að framleiða ál, sem er auðvitað málmur sem að léttir allar vélar, minnkar þar með útblástur, er umhverfisvænn í þeim skilningi og ef við værum ekki að gera þetta hér, en það er ákveðin tollur sem að við greiðum fyrir það að létta allar þessar flugvélar. Það er alveg hárrétt, en hvar væri verið að framleiða þessa málma ef það væri ekki verið að gera við þessar aðstæður? Þannig að við erum að gera þetta af svona mannúðarsjónarmiði til þess að það sé ekki verið að gera þetta annars staðar. Bæði og. Við erum auðvitað líka að gera þetta vegna þess að við viljum viðhalda hér ákveðnum lífsgæðum. Og við skulum bara rifja upp hvernig var umhorfs 1995 þegar við komum inn í ríkisstjórn. Það var algjör stöðnun í atvinnulífinu, það var ekkert að gerast. Ég man þetta vel því að ég var aðstoðarmaður Finns á þessum tíma. Og ég man vel tilfinninguna sem að greip mig þegar ég settist niður á skrifstofunni minni og byrjaði að skrifa fréttatilkynninguna um það að það hefði verið ákveðið að stækka álverið í Straumsvík. Það urðu algjör straumhvörf í íslensku atvinnu og efnahagslífi. Það var algjör stöðnun, það var ekkert um að vera. En nú er þetta mjög áhættusöm framkvæmd sem er þarna fyrir austan. Þeir komast ekki í það eru gríðarlega tafir sem að munu væntanlega kosta okkur Íslendinga marga milljarða, tugi milljarða. Ég hef enga trú að ég geri það, en hins vegar er það alveg rétt að þarna eru gríðarlega miklar framkvæmdir að ræða, einhverjar almestu framkvæmdir í Evrópu
á þessum tíma og það er út af fyrir sig ekkert óeðlilegt að það komi upp við það einhver atvik sem að menn sjá ekki fyrir. En við erum ekkert varin gagnvart því? Til hvers ertu að vísa? Nei, ég er að tala við Íslendingar, við sem að berum ábyrgð á þessu, við erum ekki varin gagnvart þessum töfum þó að öll hinn fyrirtækin, þau sem að koma að verkinu, þau eru margtryggð í bak og fyrir. Já, ég held að sé nú ekkert það að gerast á Kárahnjúkum sem við þurfum að hafa áhyggjur af í þessu tilliti og sem betur fer þá höfum við í gegnum tíðina haft af okkar orkuauðlindum mikinn arð og bæði í formi uppbyggingar Landsvirkjunar sem eru auðvitað gríðarlega stórt, sterkt og verðmætt fyrirtæki en ekki síður í því formi að þessi fyrirtæki eru að veita okkur atvinnu, þau auka hér hagvöxt, þessar framkvæmdir hafa lagt að hluta til grunnina þeirri kaupmáttaraukningu sem hefur orðið, 60% á 10 árum í kaupmáttaraukningu, er þetta algjörlega á heimsmælikvarða og ég efast að þeir geti borið sér saman. Íbúðalánasjóður, hefur áhyggjur af stöðu hans? Voru 90% af lánin mistök? Nei, ég hef ekki áhyggjur af stöðu Íbúðalánasjóðs og 90% lánin voru ekki mistök. Það sem við vorum að gera með því var einfaldlega að færa fjármögnun húsnæðis, ekki síst unga fólksins, til þess horfs sem að gerist víðast í kringum okkur. Hvernig var þetta, Helga Vala? Núna er þetta að kaupa sér íbúð á 30 milljónir sem kostaði fyrir 3 árum 15 milljónir. Já, við skulum fara í það eftir. Þetta var þannig að fólk sem ætlaði að kaupa sér íbúð, sem að kostaði þá 15 milljónir, gat fengið 8 íbúðalánasjóði. Og hvernig fjármagnaði það afganginn? Það fjármagnaði afganginn með rándýrum bankalánum á yfirdráttum, 20% vöxtum eða hvað það nú var. Og þannig var fólk að fjármagna þetta. Síðan setjum við fram okkar áætlun það að íbúðalánasjóði verði heimilt að veita öllum 90% lán upp að tilteknu hámarki. Nú, hvað gerist í þetta? Það sem gerist í þetta er að bankarnir fara á límingunum. Og hrökkva í gang. Já, ég meina, hrökkva nánast upp á standinum, sko. Og í stað þess að fara þá í þetta einhverju skynsemi eins og við ætluðum okkur að gera, vorum búin að setja fram áætlun að gera þetta í áföngum á öllu kjörtímabilinu. Og í lok kjörtímabilsins átti hámarkslán Íbúðalánasjóðs á löngum tíma að hafa þróast í 14,9 milljónir króna. Einn daginn, allir bankarnir fram, 100% lán, ekkert hámark og svo undra menn sig á því að það hafi orðið einhver fasteignaverðbólga. Ótrúlegt. Samstarfsflokkur þinn í ríkisstjórn vill leggja hreinlega þennan sjóð niður? Ég hef nú ekki heyrt á að segja það. Þeir ályktuðu á sínu landsfundu það að þeim þætti skynsamlegt að þróa sjóðinn til þeirra áttar að hann verði heildsölubanki og ég hef ekkert útilokað það. Saga opinberra húsnæðislána er 50 ára og við höfum á þeim tíma verið að nota ýmis og ólík verkfæri við að ná tilteknum markmiðum sem að nánast allan tíman hafa verið því sömu. Og hver eru markmiðin? Og í mínum hefur þetta alveg skýr og þau hefur verið pólitísk samstaða. Markmiðin eru þau að allir, hvar sem þeir búa og nánast við hvaða félagslegu aðstæður, eigi kost á hagkvæmustu lánum. Og það er það sem máli snýst Síðan hafa menn notað alls konar verkfæri. Við notum húsnæðismálastjórn, við notum núna Íbúðalánasjóð og það kann vel að vera við notum eitthvað önnur tækifæri í framtíðinni. Ég sé eins og ekkert annað fyrir mér heldur en að Íbúðalánasjóður verið til áfram í einhverju mynd. Já, en maður veltir fyrir sér þegar að þið hafi farið þessa leið að einkavæða sem að þessi ríkisstjórn hefur nú verið svona dugleg við, að þá hefur það óhjákvæmilega haft slæmar afleiðingar fyrir íbúa út á landsbyggðinni. Ég verð nú bara að taka svo til orða. Ef maður horfir á það sem er að gerast núna með Símann, það er verið að segja upp fólki hér og hvar landið sem hefur verið að vinna á þessum símstöðum. Þjónustan, við vitum ekki hvort að hún skerðist við þetta. Maður veltir fyrir sér þegar kemur að svona grunnþáttum eins og að hafa möguleika á því að kaupa sér þak yfir höfuðið úti á landi. Hvort að það geti farið saman að gera þetta einhverjum heildsölubanka og þess áttar? Sko svara því með mjög einföldum hætti. Ef það fer ekki saman þá verður það ekki gert. Allavega ekki meðan ég er félagsmálaráðherra. Ég hef sett mér algjörlega ákveðið markmið í því. Ég ætla að standa vörð það að allir Íslendingar, hvað sem þeir búa, eigi áfram kost á hagkvæmustu lánum til húsnæðiskaupa. Ef það er ekki hægt með einhverjum svona leiðum eins og við höfum verið að ræða með einhvers konar umbreytingum á Íbúðalánasjóði í heildsölubanka, þá bara verður það ekkert gert. Það er ein af grunnskildum að mínu viti stjórnvalda að sjá til þess að fólk alls staðar, hvar sem það býr, hafi aðgang á hagkvæmustu lánum. Og ef við hverfum frá því, ég veit ekki á hvaða leið við værum þá, en að því þú talar einkavæðinguna. Ég er ekki viss að í öllum tilvikum sé það einkavæðingun að kenna að þessar breytingar hafa orðið. Ég held að sé ekkert síður tækninni
og þá spyr maður sig líka betur ef að kenna hann það, ef að kannski þakka henni fyrir það. Ég meina, horfum á bankana. Bankarnir voru einkavæddir fyrir nokkrum árum síðan. Hvað það sem að gera það að verkum að starfsfólk í bankana í útibúunum út á landi að fækka? Ég held að sé ekki það að það eru konur aðrir eigendur. Ég held að sé það að við erum hægt að fara í banka. Já. Við gerum þetta bara heima. Og ég meina þessar breytingar hefðu væntanlega orðið, eða vonandi orðið, jafnvel þótt að ríkið hefði átt bankana. Þannig að þetta ekkert síður tækni. En ef að ríkið á bankana, þá engar síður þá ber ríkinu ákveðin skylda til þess að halda svona hlutum opnum. Að hafa þó ekki væri nema einn bankagjaldkera svo að þeir sem ekki hafa fljótandi netaðgang geti bara farið og skipt sinni ávísun eða borga sína reikninga. Já, en þetta gera bankarnir og við vorum einmitt að spjalla við forsvarsmenn Landsbankans daginn og þeir sýndu okkur þar fram á hvaða þróun hefur orðið á Landsbankanum frá því að þeir tóku við honum. Og ég gæti ekki betur séð heldur en að starfsemin út á landi hefði frekar aukist heldur en minnkað. Kom mér reyndar á óvart, en þannig þetta nú. Við ætlum að hendast inn í jafnréttismálin hér eftir augnablik eftir auglýsingar. Með tilkomu NFS verða tímamót í íþróttafréttum. Ítarleg umfjöllun erlendar og innlendar íþróttir. Allt sem skiptir máli í beinni á NFS. Við flytjum þér nýjustu tíðindin og heitustu málin. Íþróttafréttum á NFS klukkan 13:10 og 18:12 alla daga. Eva Gregory fatahönnuður og býr í litlum strandbæ í Kaliforníu. What do you want me to tell them? The truth? Þegar systir hennar ferst í bílslysi, gengur Eva börnum hennar í móðurstað. Something's wrong. Braden? Braden? Oh my God! Summerland. Mánudaga klukkan 22 á Sirkus. Sirkus, fylgstu með. 6 Feet Under eru þættir sem koma stöðugt á óvart. He told you about our sex? Of course he did. I'm his mother. Vinsæll myndaflokkur sem hefur hlotið flest öll þau verðlaun sem sjónvarpsþáttur getur fengið. You know what we look like? Homos. You told our son's school principal that I was dating a drug addict? 6 Feet Under. Mánudaga klukkan 21:40 á Stöð 2. Já, komið þið sæl aftur. Sitt hérna með sögumanni dagsins, Árna Magnússyni, félagsmálaráðherra. Hendumst inn í þitt ráðuneyti jafnréttismálin, Árni. Þú hefur nú, látið svolítið til því taka svona, sérstaklega svona finnst mér að undanförnu. Það hefur verið svolítið áberandi þarna þegar það kemur að málefnum samkynhneigðra, þegar það kemur að jafnréttismálum kynjanna. Enga síður þá man ég eftir því þegar þú lagðir fram jafnréttisáætlun ríkisstjórnarinnar að svona þeir sem að vinna mikið í þessum málum gagnrýndu þessa áætlun svolítið fyrir að vera tímalaus. Hún var svona, það bar einhvern veginn engin ábyrgð á að hlutirnir eru gerðir. Heldur þú að stjórnvöld, nú þegar þú ert svona heitur í þessum málum, hafi einhver tæki til þess að rétta þar sem að skekkjur eru í jafnréttismálum? Já, ég held að það er út af fyrir sjálfur rétt hjá þér. Ég hef hitnað í jafnréttismálunum á þeim tíma sem ég hef setið á ráðherrastóli. Það er alveg hárrétt og ég held að það sé nú bara af hinu góða. Nú, jafnréttisáætlunin sem betur fyrir náðist algjör pólitísk samstaða í þinginu. Hún var sett fram með svolítið nýstárlegum hætti. Verkefnin eru færri heldur en áður hafi verið. Þau eru betur skilgreind. Ábyrgðaraðilinn er tilgreindur. Mér fannst það einmitt vera öfugt að í þessari nýju það væri sko
Nei. Það var einhvern veginn enginn sem að, þú verður að vera búin að þessu fyrir þennan tíma. Já, það er nákvæmlega þannig sem við förum í það og hvaða ráðuneyti ber ábyrgð á hvaða verkefni og hvernig ætlum að fylgja því eftir. Nú er að verða liðin 2 ár frá því að þessi ályktun var samþykkt og nú þurfum við að fara yfir það. Nú förum við að rukka, nú fer ég að rukka samráðherra mína það hvernig hafi gengið og það er full ástæða til þess. Hefurðu fylgst með? Já, við höfum fylgst með og höfum rætt þetta okkar í milli og ég hef auðvitað líka verið iðinn við það að minna menn á, ekki bara í stjórnkerfinu, heldur líka á einkamarkaðnum, með því að senda stjórnendur fyrirtækja áskoranir, öllum stjórnendur fyrirtækja sem hafa fleiri en 25 starfsmenn, ábendingu og áskorunum það að þeir setji jafnréttisáætlun í fyrirtækinu. Sömuleiðis hef ég sent áskorunum það að menn virði íslensku lög sem að kveða á það að kynin eigi að hafa sömu laun fyrir sömu vinnu. Og það er auðvitað þar sem að ég hittna fyrst og fremst þegar ég fer að tala um þessi jafnréttismál, ég bara þoli ekki þessa mismunun. Og hefur heldur betur tekið til í þínu eigin ranni. Já, við byrjuðum á því og ég byrjaði á því að fara í gegnum þetta í ráðuneytinu hjá mér, ekki vegna þess að mér finnst eitthvað ástæða til þess að ætla að þar hefðu menn ætlað sér að vera með kynbundin launamun, heldur fyrst og fremst vegna þess að það er ekki trúverðugt að tala um þetta öðruvísi heldur en að geta sagt, ég byrjaði að taka til heima. Og það gerðum við og þar var því miður svona ákveðnar kerfislegar villur að ræða sem við leiðréttum. Það gerir maður ekki. Var það erfitt? Nei, það var ekkert erfitt. Fannst þér þetta eitthvað óþægilegt að vera að vasast inn í þessu? Nei, alls ekki. Þetta er bara sjálfsagt verkefni. Og þá spyrum maður, hafa stjórnvöld þetta tæki? Geta bara farið inn og tekið til? Ég segi það alveg hiklaust. Allar stofnanir ríkisins heyra undir okkur sem erum í ríkisstjórninni. 12 manns. Ef við viljum, þá getum við. Ef við ætlum, þá gerum við. Og þetta snýst auðvitað bæði vilja og peninga og þá snýst þetta forgangsröðun. Og þá verðum að forgangsraða þannig að við ætlum okkur að sýna það að við meinum eitthvað með þessu að við setjum fjármuni í það að leiðrétta þennan mun. Það er hægt, það er tiltölulega einfalt. Ég hef haldið fund með öllum forstöðumönnum minna undirstofnana, ég legg á það mjög þunga áherslu að þetta veri gert í vetur í mínum undirstofnunum. Ég hef sömuleiðis skrifað mínu samráðherrum bréf, hvatt á til þess að gera slíkt hið sama. Þeir eru sumir farnir af stað, við erum farin að fá viðbrögð frá sumum ráðuneytunum og ég vonast til þess að menn taki þetta alvarlega vegna þess að við eigum að, í fyrsta lagi eigum að útrýma þessum launamun, í öðru lagi þá eigum að vera í ákveðnum fararbroddi í heiminum í þessum efnum. Eru íslenski stjórnmálamenn nú vel að sér hreinlega í þessum málaflokki? Já, það held ég að sé nú en ég held að svona meðvitundin sé að aukast og mér finnst mjög gaman að sjá svona þá bylgju sem er uppi núna í jafnréttismálunum. Við erum að undirbúa núna, hópur kalla, sérstakar ráðstefnu sem verður í salnum 1. des jafnréttismál. Það sem að körlum verður eingöngu heimill aðgangur að einni undantekningu, Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti, verður þar með okkur, enda hennar hugmynd að halda svona ráðstefnu sem ég greip á lofti og við höfum verið að undirbúa þetta, hópur kalla og það er mjög skemmtilegt skal ég segja. Hvað með þig eftir 20 ár? Verður þú áfram í stjórnmálum? Ég veit ekki það. Þú veist ekki? Ég hef ekki hugmynd. Nei, veistu, ég held ekki, satt best að segja. Og ég Hvað þarf þá að gera? Já, veit ég. Það er að vera bóndi að búa maður? Þegar ég var lítill þá ætlaði ég að vera prestur og bóndi. Kannski fer ég bara í það. Það getur vel verið. Já, getur vel verið. Sko, er þetta fjölskylduvænt starf? Nei, það er það ekki. Þetta er alls ekki fjölskylduvænt. Ég hef hins vegar tekið þann pólinn í hæðina. Ég á yndislega konu og við hefum 2 börn saman og svo hefum við 3 þar að auki. Og ég hef tekið þann pólinn í hæðina að ef ég ætla að sinna pólitík þá verð ég líka að sinna fjölskyldunum minni. Ég get ekki sinnt öðru hvoru og ég get ekki látið eitthvað ganga fyrir í þessum efnum. Ég verð að sinna hvort tveggja og ég geri það. Það er oft talað með mig, því við vorum að tala um jafnréttismálin, þá eru konur svo oft spurðar, ég veit ekki hvað Þorgerður Katrín hefur spurt og þau spurðu ofta að þessu hvernig hún fer að því að vera ráðherra með börn. Ert þú oft spurður að þessu? Já, nei, ég er ekki oft spurður að þessu. En stundum er ég spurður, geturðu gert þetta hérna? Geturðu farið þarna? Geturðu farið þarna á sunnudaginn eða á laugardagskvöldi eða eitthvað? Og ég segi nei, ég get það ekki. Veitu af hverju ekki? Af því ég ætla að vera með börnunum mínum. Ég er farin að segja það, ég er bara farin að segja það. Og veitu hvað er að því? Og ég fæ bara fín viðbrögð. Vegna þess að menn horfa á mig, hálfundrandi og segja já, gott hjá þér. Og ég held að fólk bara virði þetta. Og ef ég ætla að vera í pólitík, þá verð ég að sinna þessari hlið á sjálfum mér. Líka. Annars bara brenni ég upp og hætti þá bara næstu kosningar. En hvað verður eftir 20 ár hef ég ekki hugmynd um. Ég held hins vegar að svo tími sé að líða að menn velji sér stjórnmála ævistarfi. Og ég segi Þú ert með formann sem er búinn að vera þarna síðan sko já, ég meina áður við fættumst.
Já, já. Og Halldór hefur auðvitað ótrúlegt úthald og hérna bara frábært og stendur sér mjög vel. En ég sé mig ekki í þeirri stöðu til 20 ára. Og svo eru náttúrulega bara menn líka ólíkir karakterar. Ég er þannig að ég vil svona fara inn og gera hlutina. Moka skurðinn? Já, og fara svo bara út aftur. Og hérna, ef að mér finnst ég ekki lengur hafa eitthvað hlutverk eða hef gaman að þessu, ef ég hætti að hafa gaman að þessu, þá hætti ég. Já. En hefurðu gaman að þessu núna? Alveg svakalega. Takk hérlega fyrir komuna í Sögur af fólki, Árni Magnússon, félagsmálaráðherra. Við verðum hér aftur eftir viku, klukkan 10 á laugardagsmorgni, en þátturinn er endursýndur aftur um helgina. Takk fyrir, bless. Jóladagatal með súkkulaði, 99 krónur. Spritkerti, 199 krónur. Jólapiparkökur, 199 krónur. Nammibar, 69 krónur fyrir 100 grömm. Verslaðu þar sem fagmenninni versla. Europrís, hvergi betra verð. Eftirvænting í hjörtum og andlitum björtum, því nú koma jólin. Það bræðist annað glugga, það bregður fyrir skugga. Jólasveinn! Húsasmiðjan og Blómaval, þar sem jólin bíða þín. Góðan dag, fréttir klukkan 2. Flutningur fanga íslenska lofthelgi í þeim tilgangi að flytja á til landa þar sem vera pyntaðir má aldrei líða, segir Árni Magnússon, félagsmálaráðherra, í viðtali við Helgu Völu Helgadóttur. Bryndís Níelsen, en þess verið. Mikið hefur verið rætt mögulega fangaflutninga bandarísku leyniþjónustunnar CIA íslenska lofthelgi að undanförnum. Framkvæmdastjóri Evrópuráðsins beitti 52. grein mannréttindasáttmála Evrópu á fimmtudag til að krefja aðildarlönd sáttmálans svör varðandi ferðir CIA-flugvélana innan 3 mánaða og verða íslensk yfirvöld að hlíta því. Ég skal alveg játa það að mér þykir það óþægilegt mál. Já. Og mér finnst við eigum að komast til botns í því, já. Og ef að það væri, og ég er ekki að segja að það sé, en ef að það væri að þær fréttir væru réttar, að hér væri verið að fljúga og millilenda og fara í gegnum okkar lofthelgi með fólk, fanga sem eru ferðir eitthvað til pyntinga, þá var þetta algjörlega fáránlegt og við ættum aldrei að líða það. 3 ungir karlar réðust á útigangsmann í Reykjavík og helltu yfir hann vatni og hveiti. Þetta var gert af því þeim fannst þetta fyndið. Verknaðurinn tóku upp á myndband og var hann sýndur á heimasíðu piltana. Einn þeirra, Andri Jóhannesson, sagði í samtali við NFS að grín hafi verið að ræða, en hann segist ekki vita hvort á fórnarlambinu, sem hann kallaði Róna, hafi þótt þetta fyndið einnig eða orðið meint af, enda hafa þeir ekkert athuga með hann eftir árásina. Að minnstakosti 14 manns létu lífið í jarðskjálfta í Kína í nótt. Talið að á 400 hafi slasast. Kínverska fréttastofan Xinhua segir að skjálftinn hafi orðið í kringum miðnætti að íslensku tíma í Yangtze í miðju Kína. 1300 íbúðir eyðilögðust í skjálftanum. Mestar skemmdir urðu í borginni Wuhan í Hubei-sýslu. 100 palestínumanna flykktust að landamærastöðinni við Egyptaland á fyrsta degi opnunar hennar undir stjórn palestínumanna. Þeir 100 flykktust þar að eins og fyrir segir á fyrsta degi opnunar en undir stjórn palestínumanna, en þeir palestínumenn sem fóru yfir til Egyptalands í morgun létu vel af þessu nýja fyrirkomulagi. Mest þykir þó palestínumönnum vert að með landamærastöðinni er eitt tákn framtíðar sjálfstæði Palestínu komið, sem þó engan veginn orðið fyrirsjáanleg staðreynd í bráð. Umræður á nýafstöðnu þingi Farmanna- og Fiskimannasambandsins voru nær eingöngu lagðar undir það alvarlega ástand sem ríkir í sjávarútvegi. Stærsta dívan í sjávarútvegi til þessa, segir endurkjörinn forseti Sambands farmanna og fiskimanna. Eiríksína Káir Ásgrímsdóttir. Þingið er haldið annað hvert ár og svo virðist sem hið alvarlega ástand sem nú ríkir bæði stjórnum fiskveiða og háu gengi krónunnar hafi stjórnað umræðum þingsins að þessu sinni. Skipstjórnarmenn sjá greinilegan flótta á stéttinni og telja að ástandið eftir að versna. Hátt gengi krónunnar og lágt fiskverð hafa rýrt laun sjómanna allt að fjórðung síðustu misseri. Það var náttúrulega alveg yfirgnæfandi og dómurinn á þinginu. Var ástandið hjá fiskimönnum, kjaramálum fiskimanna. Það hefur ekki verið alvarlegra ástand á þeim vettvangi í mjög langan tíma.
Já, það hafa náttúrulega verið mjög margar dýfar í gegnum tíðina í þessari grein en þessi svona dýpri og alvarlegri en og annars eðlis heldur en þeir hafa verið vegna þess að það svo geysilegt framboð núna að áhugaverðum störfum í landi sem að verða þess valdandi að sjómenn náttúrulega leiða hugan að því að fara í land og það gera þeir svo fremur sem þeir hafa ekki afgerandi betri laun til sjós heldur en í landið. Skiptar skoðanir eru meðal sjómanna fiskveiðistjórnunarkerfið. Sumir vilja sóknarmark og aðrir aflamark og einnig benda þeir á að kerfið hafi ekki sannað sig sem fiskverndarkerfi eins og til stóð. En einhvern veginn virðist þetta stjórnkerfi fiskveiða ekki hafa virkað sem fiskverndunarkerfi en sem komið ekki svo vel sé. Bandaríkjamaður sem í haldi dönsku lögreglunar getur að hámarki verið dæmdur í 6 mánaða fangelsi fyrir að sundurbúta lík af dönskum leigubílstjóra. Líkið fannst í miðborg Kaupmannahafnar síðustu páska. Bandaríkjamaðurinn gaf sig sjálfur fram og hefur viðurkennt að hafi tekið þátt í því að búta líkið í sundur en neitar að hafa framið morðið. Lögreglan hefur árangurslaust leitað Súdans karlmanns sem maðurinn segir hafi ógnað sér og skipað sér við að búta líkið í sundur. Lögreglan getur ekki sannað að maðurinn hafi framið morðið og því verður hann ákærður fyrir ósæmilega meðferð á líki. Svifryk hefur mælst alltaf 10-falt meira í Reykjavík síðustu dag en á meðaldegi. Fólk sem viðkvæmt í öndunarfærum getur fundið fyrir svifrykinu þegar umferð sem mest og þar með svifrykið. Síðustu daga hefur svifryksmengun mælst alltaf 300 til 400 mikrógrömm við helstu umferðaræðar í Reykjavík. Það 10-falt meira en á venjulegum degi. Fyrst og fremst á umferðinni sem við sjáum þessa miklu rykmengun sem stafa líka af því að það stillt, lítill vindur og þurrt og frost. Þetta þrennt gera það verkum að ryk magnið í lofti vera svo mikið. Lúðvík segir að þrátt fyrir aukna bílaumferð á höfuðborgarsvæðinu þá bendi tölur ekki til þess að svifryk sé almennt að aukast. Aukin úrkoma síðustu 10 ár hafi þar mikið að segja en því meiri úrkoma því minna svifryk. Hann segir að raun sé ekki mikið hægt að gera til að draga úr svifryksmengun annað en að reyna að draga úr umferð því mikil umferð tætir upp malbyggið svo úr verður svifryk. Sænskur hermaður lét lífið og 3 særðust í sprengingu í Norður-Afganistan í gær. Sænska varnarmálaráðuneytið segir að fjarstýrssprengja hafi sprungið við bílalest friðargæsluliða á vegum Atlantshafsbandalagsins. 3 erlendir hermenn hafa látið lífið í árásum í Afganistan í þessum mánuði. Íslensk stjórnvöld hafa tilkynnt að 7 íslenskir friðargæsluliðar verði kallaðir heim vegna ótryggs ástands á þessum slóðum. Bílastæðahúsið á Stjörnubíósreitnum á Laugavegi var opnað í hádeginu. Það var Alfreð Þorsteinsson, forseti borgarstjórnar, sem það gerði. Húsið rúmar tæplega 200 bílar en kostnaður við það áætlaður tæplega 600 milljónir króna. Og þá skulum við gá til veðurs. Það verður yfirleitt fremur hæg norðlæg átt í dag og víða nokkuð bjart yfir, sérstaklega sunnan heiða. Skýjað með köflum fyrir norðan og lítilsháttar él á Norðausturlandi. Það hlýnar tíma og má búast við að það verði frostlaust víða með ströndum í dag en það kólnar aftur í kvöld. Á morgun verður veðrið svipað, hæglætisveður og yfirleitt þurrt og bjart. Við segjum fréttir næst á slaginu 4.